Já, ég er alltaf að detta út. Hæ, þá er ég komin aftur. Já, ég var í sturtu rétt áðan og fattaði þá að það væri þriðjudagur og ég var ekki búin að taka upp vídeó. Really? En það sem að ég var að spá í akkurat núna, að því að við þurfum að ræða saman. Já. Og ég ætla bara að fá að kenna þessu umræðuefni það af hverju ég hef ekki sett vídeó síðustu 2 vikur. En meðan við ræðum saman ætla ég að setja á mig maska. Eins og ég sé þá er ég ekkert málið eða neitt, þannig að ætla að sýna ykkur hvernig ég setja á mig maska í leiðinni meðan við spjöllum saman. En það sem að máli snýst er breytingaskeiðið. Jöp. Ég eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Af því að maður heyrir alltaf að þegar konur verða yfir 40 ára og þá verða þær í blóma lífsins og yndislegt og nei, sorry, það er bara ekkert þannig. Já, en ég ætla náttúrulega að setja á mig minn maska að sjálfsögðu, en þar sem ég fann ekki opinn hjá mér, náttúrulega akkurat, þá fann ég eitt svona lítinn, ég ætla bara að nota hann. Og ég er með hérna fyrir fram mig, ég er með skál, svona tóma sem ég ætla bara að blanda í. Og svo er ég með aðra skál sem er með vatni, ég ætla ekki að reyna að lyfta því upp að ég er svo hrædd að sulla því bara yfir allt. Og svo nota ég stundum pensil, bara svona til að setja mig, en þú veist það er alveg nóg að nota bara fingurna. En ég ætla að setja svona, já ok, svolítið mikið árum á þessu, svona band, já vá hvað maður er smart, eða ekki, þetta festist, þess að setja þetta hérna yfir, já, einmitt, já, látum þetta bara duga. En já, í rauninni til að blanda maskan þá segi ég vanlega að það þarf að nota 1 matskeið af dufti á móti 1,5 matskeið af vatni. Matskeið sem ég nú til dæmis bara með hérna, ég tók hann ekki úr eldhúsinu af því ég nota aðra hluti fyrir þegar ég er að búa til, sem sagt, alls konar. En matskeið eru 15 millilítrar. Venjuleg matskeið í eldhúsi eru svona 10 til 12 millilítrar. Þannig að en það er náttúrulega allt í lagi, í rauninni skiptir engu máli þó maður sé að nota venjulega matskeið úr eldhúsinu, en þú ert hvort að nota jafn mikið af vatni. Þú ert bara að setja minna á þig, ekki 15 millilítra, kannski bara 10. En allavega, þá ætla ég, svo var þetta náttúrulega bara með innsigli og öllu, að sjálfsögðu. Af því að þetta þessi litli ég hef verið að gefa þetta með og fólk er að kaupa af mér, til dæmis eitthvað mikið eða eitthvað svoleiðis, eða bara svona til kynningar. En ég ætla að setja í 15 millilítra. Og það er cirka, það er kannski ekki alveg krukkan, en kannski aðeins meira.
Ég er með hérna, það er ekki alveg full, en það er alltaf læg. Og þetta er hvað? Þetta er cirka hálfur, þannig að þetta getur verið tveir skammtar hérna í. Þetta er 1 ós sem ég man alltaf, auðvitað ekki náttúrulega hvað það er mikið. Ég set þetta bara hérna í skálina. Ég er að láta ljósið skína ofan í. Og svo ætla ég að taka hérna bara eina matskeiða af vatni og setja ofan í. Og svo ætla ég að gera aðeins meira. Mér finnst persónulega betra að setja aðeins meira vatn heldur en bara 1 á móti 1. Svo í rauninni blanda ég þetta bara saman og eins og ég sagði það er alveg hægt að gera þetta bara með puttanum. Og mér persónulega þegar ég fann þennan pensil sem að ég nota greinilega aldrei, þetta er einhver make-up pensil sem að átti að setja sem sagt farðan á mann. Það já, en ég nota hann alltaf aldrei, þannig að mér finnst þetta fínt bara í maska. En svo verður þetta náttúrulega pínu svona gooey, svona klessulegt. En en svo náttúrulega getur maður alveg sett, ef maður vill hafa það aðeins þynnra, þá bara setjum maður aðeins meira vatn og maður vill hafa það þykkara, þá virkar það náttúrulega líka bara þannig. Og svo bara setjum maður á sig. Og hann bara vill ekki haldast á mér. Skemmtilegt. En ok. Já, breytingaskeið. Ef þú ert ekki komið þangað, þá og þú veist ekki hver einkennin eru, þá myndi ég definitely googla það. Ég er búin að pröfa nokkra hluti og það byrjaði eiginlega hjá mér sko, að því maður hefur nú upplifað ýmislegt í lífinu. Og manni fannst maður nú alveg vera búin að vera að vinna á sínum málum þokkalega og ekki taka þetta af. Já, ég kann ekki gera þetta svona myndavél greinilega. En ok, já. Hjá mér var það eiginlega þannig að allt í einu fannst mér bara einhvern veginn líða, þú veist, eins og ekki ég, skilju. Þú veist, ég kannast ekkert við mig, eiginlega. Ef það hljóðar rétt. Það er ekki að segja að láta þess nota puttan bara. Já, bara hætti að vera fygt í þessu þegar maður er búin að setja þetta á sig. Já, ok. En alltaf, ég er svo mikið að spá í öllu öðru athyglisbrestum held ég alveg að fara með mig. En já, og það er einhvern veginn þannig að að maður sko, mér eiginlega bara fór að líða illa. Mér fannst ég vera bara leið á öllu. Það var ekkert sem að einhvern veginn vakti minn áhuga. Ég var mjög svona pirruð, mjög þreytt og mér fannst bara eins og maður væri að vera sko þunglyndur, sem ég held að maður væri nú búin að vinna þokkalega vel á því öllu. Og var einhvern veginn, sko þetta, einhvern veginn ég held að það bara ekki hvarfla að mér að þetta gæti verið breytingaskeið. Ekki einhvern veginn það að ég var ekki komin á aldurinn eða eitthvað, ég veit það ekki. Kannski að því að þú veist þetta stigma með að maður verði að fá þessi svitaköst eða hitakóf eða hvað sem þetta kallast. Og það væri sko punkturinn af öllu sko. Ef þú ert ekki með það, þá ertu náttúrulega bóttið ekki með breytingaskeiðinu.
Þannig að en hvað veit ég veit það ekki. En ég var hún mjög svona, ég veit ekki hvað ég á að segja. Það er erfitt að útskýra það einhvern veginn, þú veist, maður einhvern veginn bara hefur ekki áhuga á neinu, maður langar ekki að gera neitt, maður langar ekki að hitta neitt. Og svo var það einhvern veginn bara þegar ég var pirruð þá þorði ég nú bara varla að fara út úr húsi af því ég var bara hrædd um að ég myndi kýla eitthvað. Í alvöru, það var bara á tímabili, ég var bara guð minn góður. Þú veist, er maður virkilega að fara að vera bara þessi pakki, sko. Þú veist, það er kannski hægt að vera með spegil. Það er skrítið að horfa á sig svona í. Já. Svo náttúrulega tala ég að það sé miklu betur að vera með pensil og svo setja ég bara á mig með puttana. Já, það er mitt. Ég er ekki að hugsa hvað ég er að gera. En alltaf, það skiptir engu máli. En ég alltaf eins og það lítur út fyrir að ég sé alltaf að horfa eitthvað sko til hliðar. Þá er ég bara að reyna að horfa á sjálfum mig svo ég veit hvað ég er að gera sko. Svo það var nú alveg örugglega á réttan stað. En ok. Þetta var alveg svolítið svona í svolítið tíma. Og bara, ég var rosalega líka svona einhvern veginn viðkvæm. Og bara örugglega bara svona einhver hormónar og einhverju, bara eiginlega eins og maður sé óléttur, skilur, þú veist, það bara að fer eitthvað rugl í gang. Og það var eiginlega ekki fyrr en ég heyrði viðtal við konu sem er að tala um breytingaskeiðið og einkennin hjá henni voru bara rosalega svipuð mínum. Og hún einmitt talaði um þetta, hún hélt náttúrulega bara að hún væri að missa vitið. Og ég eiginlega algjörlega bara þar líka. Ég hélt bara að ég væri algjörlega orðin kúkú, sko. Og ég var svo fegin þegar ég heyrði þetta, viðtal ég eiginlega bara, ég fékk bara tár í augun. Að ég fattaði að hvað ætla ég að segja, hvað var í gangi. Þannig ég vissi það allavega að ég gæti leita ráða einhvers staðar hvað maður þurfti að gera. En ekki vissi ég hvað ég þurfti að gera. En þannig að ég alltaf fann þessu hópinn á Facebook sem að ég mæli náttúrulega með að konur fari inn á sem að halda þessi að byrja breytingaskeiði. Eða eru byrjaðar eða eitthvað svoleiðis. Það heitir bara breytingaskeiði, minnir mig. Já. Og ég gerir svona nota allt, sko, hverslags. Ég er alveg reyndar ekki að setja alveg niður á, ég mæla alveg með því að maður setja alveg niður á háls. Þú veist, af því að það er bara, það er allt í góðu með það. Ég eiginlega nenni því ekki núna því ég er náttúrulega í peysu, hvernig þetta manni það ég. En alltaf leið. Svona setur maður bara á sig smávaska. Það er ekki góð lykt af honum, en það venst. Og það er engin ilmefni í þessu, þess vegna er svona skrýtin lykt af honum. En lyktin er af aloe vera powder. Þannig að já. En ég ætla nú að lifa þess að vera hans á í nokkra mínútum meðan að við erum að ræða þetta. Skemmtilega umræðefni. En já, ég byrjaði á því að fara á einhverja hormónahringi sem að rauninni bara sama og þetta er svona getnaðarvarnar apparat sem maður þarf að setja upp í leið
á einhverjum ákveðnum dagstögum og eitthvað svoleiðis og hvað ætla ég að segja, en þú veist, ef ég ætla að stunda kynlíf eða eitthvað, þá þurfti ég alltaf að taka það út, þannig að það var eiginlega pínu vesen, en það bara, þú veist, maður lét sig bara hafa ýmislegt, en já, þetta er svo fannst mér bara eins og, þú veist, mér fannst það virka alveg aðeins, en hún sagði að það gæti tekið svolítið tíma að byrja að virka, en eftir eitthvað tíma þá var ég bara, nope, það kom aftur þetta tímabil þar sem að ég þorði ekki að fara út úr húsi af því ég var svo hrædd að berja eitthvað. Og þá hugsaði ég bara, ok, þetta er ekki að virka. Þannig ég talaði aftur við kvensjúkdómalæknir og hún lét mig fara á p-pilluna sem ég hef náttúrulega ekki tekið síðan ég var 20 ára eða eitthvað. Og hún fór ekki vel í mig heldur, eða ekkert svona sérstaklega, myndi ég segja. Og þá létum mig hafa bæði krem og pillur sem ég er að taka. Kremið þarf ég að setja á mig á hverjum degi, pillurnar tek ég sem sagt að því ég er ennþá á blæðingum. Hvað ætla ég að segja? Já, þú veist, eftir 14 daga eftir blæðingar, já, og taka það þangað til ég byrja blæðingum, eða eitthvað svoleiðis, já. Það er, ég veit ekki hvort ég á að segja það virkar eða ekki, það er maður byrjaði að taka eina pumpu og setja það á innanverð lærin. Eftir eitthvað tíma, ég reyndi að láta virka, af því þetta veit maður náttúrulega það sem maður er að taka inn og svona, það tekur náttúrulega bara tíma til að byrja að virka. En ég man ekki eftir hvað langar tíma, þá spurði ég hana bara hvort ég mætti ekki taka 2 pumpur og hún samþykkti það alveg og þannig að hvað ætla ég að segja, ég er athyglisbresturinn alveg að fara með mér núna. Já, og það lét ég líka í svona 2-3 mánuði, ég man ekki alveg nákvæmlega, ég hefði þetta að skrifa þetta niður. Það kannski verða meira, kannski 3 mánuði, já, ég er ekki viss. En svo gerðist eitthvað skrítið, það var bara einhvern veginn eins og að breytingaskeiðið kom á fullum krafti. Og ég bara aftur eins og ég hefði byrjað á 0 punkti. Ég bara eins og mér leið fyrst, bara áður en ég byrjaði að taka eitthvað. Og þá meina ég sko, þú veist, hafa ekki áhuga á neinu, nenni ekki neinu, langa ekki að gera neitt og það bara einhvern veginn, allt einhvern veginn bara það sem maður er að gera eða eitthvað er bara klata. Og mann náttúrulega bara fór að leiða illa og og tilfinningarna bara upp og niður, út og suður og pirringurinn bara, guð minn góður sko, bara einmitt fólki sem þarf að búa með mér. Já, það var svo rosalega snöð það rekast í þetta Já, þannig að einhverju hluta vegna þá bara gleymdi ég að ég ætlaði að gera vídeó og það bara einhvern veginn fór algjörlega fram hjá mér og það var bara eins og það datt ekki inn í hausinn á mér og ég var bara einhvern veginn svona ég veit ekki, bara heilaþoka eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta er rosa skrítið en algjörlega óþolandi og í rauninni ákvað ég þarna bara, þú veist, já líka
hvað heitir það, blæðingarnar hafði breyst og hægðirnar eru búin að breytast og það var bara allt í einhverju bara fokki aftur og bara, ég segi rosalega mikið bara, já, það skiptir ekki máli. En, já, og mér finnst þetta bara að vera alveg hreinskilin, þá finnst mér þetta bara að vera algjört helviti. Og ég bara óska ekki einu sinni mínu versta óvini, þetta rugl sem er í gangi. Ekki fyrir utan það náttúrulega að ég er allt í einu komin með eitthvað útbrot hérna á bringunum daginn, stundum ég vakna, þá er ég alveg bólgin einhvern veginn í andlitinu. Það er bara, það er ekki eitt, það er allt. Og svo maður bara alltaf illt í leginu og það bara, í alvöru, ég meina, hver nennir þessu í alvöru? Og ég er alveg núna búin að vera bara að spá bara hvað í ANSK á ég að gera. Ég ákvað þarna á einhverju tímapunkti að byrja að taka 3 pumpur af því að einhverja konur töluðu það að það hefði bara bjargað öllu. Ég veit ekki alveg hvort að það sé eða hafi verið að virka eitthvað. Ég eiginlega bara kannski eitthvað pínlítið. Já, en vá, þetta er svo klikkað. Og mér finnst, eins og ég heyra sem er náttúrulega bara ótrúlega sorglegt, að konur sem að leita til heimilislæknisins og sérstaklega ef hann er karlmaður, þá er þetta bara að þú ert bara að hætta þessu væli og þú veist, taktu þau bara frí í vinnunni og og þú veist, eða þú eru að léttast. Það hef ég líka búin að heyra það. Og þú veist, það er alls konar rugl, þú veist, og maður er bara svona, wow, bara skemmtilegt að fara til læknis og hann bara hafa þess að svona, sko. En svona er það bara, þetta er misjafnt hvernig það bregst við. Ég ákvað að fara bara ekkert til heimilislæknis, ég ákvað að fara bara beint til kvensjúkdómalæknis, sem ég á mjög ánægð með og reyndar svolítið dýr, en ég er rosalega ánægð að hafa getað að tala við hana í gegnum e-mail, þannig að ég hef ekki þurft að fara til hennar í hvert einasta skipti sem það er eitthvað sem ég er að spá í. Þannig að en ég er samt búin að vera að spá í núna og ég veit að hún er búin að vera í veikindafríi, þannig að hún kemur ekki alveg strax aftur í vinnu, ekki fyrir en ég held að þetta vera miðjan mánuð. Þannig að ég bíð bara þolinmóð, eða ekki þolinmóð, af því maður hefur enga þolinmæði. Það er bara, hún týndist einhvers staðar. Já, en svo er bara eins og þetta, sko, það eru greinilega ekki allar konur sem eru að upplifa þetta eins og eins og við erum margar og ólíkar, þá upplifa konur þetta mjög mismunandi. Og þegar ég spurði mömmu út í þetta, þá var hún bara, já, ég man nú ekkert eftir að hafa fundið eitthvað sérstaklega fyrir þessu. Af hverju þarf ég þá að fara á allan pakkann? Þú veist, er ég þá bara að fá 2-falt fyrir hana líka? Nei, dreftu mig. Eða þú veist, ekki samt, skilur, ekki alvöru. En, já, þannig ég sko hvet ykkur til þess að leita lausna þegar ef það er eitthvað sem að er ekki, ef þú finnst þú vera ekki þú, eins og þú veist, það er eitthvað, manni finnst maður bara að vera off. Já, ég held að. Þetta er svo skrítið einhvern veginn að útskýra þetta. Það er eitthvað svo
margt og maður búinn að hamast við, þú veist, maður lent í alls konar skíti í sínu lífi og maður búinn að hamast við að reyna að vinna sig út úr því og byggja sig upp og vera ánægður með sjálfan sig og allt þetta. Svo kemur bara eitthvað svona sleggja og maður bara svona, já, sorry, alveg komið nóg. Já, ég ætla að aðtöku hvort ég nái, ég er með klút sem að stingur hún bara aðeins í vatnið og vona að hann sogi eitthvað upp vatnið. Vatnið var kalt, einmitt. En það er bara að hafa það. Og það heyri kannski mig að reyna að vinda aðeins. Það sullast náttúrulega allt út allt af því að náttúrulega við pínu litla skál. Ég meina hverjum dettur það í hug? Já, svona þetta bara. En ég ætla bara að fá að kenna þessu skeiði það að ég múslega kram að ég sé algjörlega dottin úr sambandi við hvað ætla ég að segja, ég er alltaf að detta út, ekki svara fyrir það. Já, ég held að ég ætla ekki einu svona að klippa þetta vídeó af því að þegar þetta er einhvern veginn, þetta er bara einhvern veginn akkurat svona sem að maður er bara að upplifa lífið núna. Eins og ég sé að vera að gráta. En svo náttúrulega bara, jú, ég heyrði reyndar eitt daginn. Ég hitti gamla vinkonu á fyrirlestri sem ég var daginn og hún bendi mér á að tala við kvensveitunarlæknirinn minn testósterón, karlhormóna, geri ég ráð fyrir að það sé það. Og ég er einhvern veginn, og hún segi að það hafi bara bjargað öllu og henni líður miklu betur og það er allt í blóma, eða svona eins og hægt ef maður segir það. En ég er einhvern veginn, maður er einhvern veginn stressaður yfirleitt af því að það sem maður heyrir sko, eða þú veist, heyrði að ef maður er að taka það, þá vext hárvöxtur og eitthvað svoleiðis sko. Mér finnst ég ekki þurfa fleiri hár á líkamann. Ég held ég þurfi bara að fara aftur í sturtu, ekki svara fyrir það. Nei, ekki sé. Já, svo hreinsa maður þetta bara. Þetta er ekki mikið flóknara en það. Það er ekki búin að ná öllu. Það er þetta að sjá. Svo ég heldur speil. En já, það er daginn þegar ég var eitthvað að ræða þetta við unnusta minn, að Steina. Þá fann hann einhvern lista á netinu sem að vorum eitthvað að skoða. Og ég fann hann að lista og aðeins að kíkja þar í alltaf þarf að setja gleraugun sko, því maður sér ekki neitt. Ekki það, mér finnst líka sko að finnst líka að sjónin hafi versnað
En hún hefur samt ekki versnað af því ég fór í mælingu, augnmælingu. Það er skrítið. Ég er bara komið út allt. En já, það er sko einmitt, ég byrjaði með líka allt í einu að fá sko því líka svona nætursvita. Ég meina, hvað bull er það? Þú veist, eins og við varum að tala og þau kemur líka sko fram að þú ert með minnisleysi. Einmitt. Engin vídeó, minnisleysi, ég man ekki neitt. Og svo ertu náttúrulega hætt á blæðingum. Ég er samt ekki hætt en vonandi bráðum bara krossum fingur fyrir því. Heilaþoka. Ég var að nefna það rétt áðan. Svo er náttúrulega bara þurrkur í leggöngum, kláði í leggöngum, sársauki í samförum, þunglyndi, kvíði, pirringur, þolir illa stress, óreglulegur hjartsláttur. Mér finnst það nú bara alveg pínu creepy sko. Blöðrubólga, óþol. Ég ætti kannski að skoða það. Þynnra hár, hárlos, hárvöxtur á efri vörn og kinn. Já, þú veist, er það ekki þá bara 10 sinnum meira að maður fer að taka inn einhverja karlhormóna? Ég veit það ekki. Kláði í húð, já. Viðkvæmar neglur, já. Aukin óþol og ofnæmi, já, einmitt, eins og ég er að fara að tala allt í einu fekk ég eitthvað útbrot hérna að neðan, að þú ert hérna á bringunni, sem ég var bara, what? Ég er alveg búin að vera í meira en 10 ár að reyna, þú veist, að byggja það upp og ekki búin að ganga geðvægt vel og geta borðað allt það sem ég mátti ekki borða áður og þú veist, þannig að það, sem sagt, óþol, mataróþol, var bara eiginlega horfið, skilur. Og svo kemur eitthvað svona nýtt í staðinn. Það er alltaf eitthvað. Svefnleysi, já. Ég hef ekki getað verið að sofna, sko. Ég er búin að vera núna að sofna svona 4 á næturnar. Þú veist, ég meina, klikkun. Þú veist, ég meina, það er ekkert hægt. En það er náttúrulega, sko, kannski alveg pluss að því að ég þarf ekki að vakna og fara í vinnu klukkan 8. Það sem ég er að gera hér og vinna hérna heima, ég get náttúrulega bara gert það hvenær sem ég vil. Og eins og núna, sko, klukkan er held ég 1 eða hálf 2. Ég man það ekki alveg. Þannig að, já. Svo er náttúrulega bara svimleiki, einhverja að þyngjast. Svona alltaf bara ef þú getur sofnað svo loksins þá sefur ekki nógu vel. Þetta er ekki alveg þar. Ég er heldur ekki að þyngjast, ekki ennþá allavega. Og svo er eitthvað minnkun á vöðvamassa. Og svo er eitthvað ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku. Það er bloating. Það er það ekki bara bjúgur? Er það ekki? Getur það ekki verið? Ég veit það ekki. Svimleiki, illt í liðum, já, ég er nefnilega, allt í einu fékk ég alla liðverkina mína aftur, sem ég er ekki búin að hafa í 10 ár eða eitthvað. Ég nenni því ekkert, ég meina, come on, ég er búin að vera hamstöður en að vinna mig út úr þessu í mörg ár, skilju, og svo bara, þú veist, kemur þetta bara eins og einhver sprengja. Ég meina, já. Við erum alltaf að tala eitthvað, illt í, vöðvum, illt í vöðvum, já. Og svo er einhvern veginn bara umleiki í brjóstum og, eitthvað svona alls konar. Þetta er alltaf langur listi, ég meina, þú veist, ég er eitthvað 50 atriði, ég held ég hafi nú ekki lesið allt upp. Ég veit náttúrulega er ekkert allir með allt. En ég held að ég hafi samt talið þegar við fórum yfir þetta, ég og Steini, að ég var allavega með 40 og eitthvað atriði.
þú veist, ég meina, þú veist, bara, ég meina, hver er það því? Ég meina, ég get svarað fyrir það, þú veist, en já, það er, ég er allavega mjög mjúk og yndislög. Nú er það greinlega ef ekki náð alveg, því ég sé ekki það, típist. En já, ef við ekki bara að láta þetta vídeó klárast núna. Ég er komið með vörurnar mínar á sölu á handverkstorg.is og ég ætla að ekki bara setja það niðri, þú veist, svo maður muni hvað þetta heiti. En ef ykkur líka þetta vídeo, setið þá like. Ég fékk reynda fyrirspurn daginn hvað ég er með í snyrtitöskunum minni, eða þú veist, þegar ég er að gera full make-up. Ég vissi ekki að það væri áhugavert, en ég geri mögulega eitthvað svoleiðis vídeó fljótlega, kannski næst, ég veit það ekki. En ég er örugglega ekki að fara að reyna að mála mig samt fyrir fram að myndavél. Ég held ég treysti mér ekki í það. Þið þurfa að æfa mig samt svolítið í því fyrst. Já, en ég get alveg sýnt hvað ég nota og hvað ég er með í töskunum minni. En allavega, svo væri yndislegt ef þið myndi vera vinir, subscribe, litli takkinn, kostar ekki neitt, skilur, en það hjálpar mér mjög mikið. Og ef að þið viljið, hvað heitir það, fá tilkynningu þegar ég set nýtt vídeó inn, náttúrulega, þú veist, ef ég skyldi gleyma því aftur, þá allavega fáið þið tilkynningu þegar ég set inn vídeó, þá er bara íta á litlu bjölluna sem er niðri. Og þá fáið þið tilkynningu þegar kemur vídeó. En, hvað ætla ég að segja meira? Bara takk fyrir að horfa. Endilega sendi mér fyrirspurnir, mega líka senda niður í textanum niðri. Ef að þið hafið eitthvað spurningar eða viljið vita eitthvað, þá bara sendið þið línu. En takk fyrir þetta vídeó, eða þetta áhorf. Verið góð fyrir hvort annað, lífið er stutt og bara njótið alla daga, eða þú veist, eins og þið getið, nema þegar maður á breytingaskeiðinu, þá er ekki þetta að njóta. Eina verið að koma nóg að þessu. En ok, bara út í kosmosið. Takk fyrir, bye bye.